Ég heiti Karl Garðarsson og ég skipa annarsæti á lista Framsóknar í Reykjavík-kjördæmi Suður. Ég er nú svona nýgræðingur í flokknum. Ég gekk nú fyrst í flokkinn í nóvember síðastliðnum. Ég hef svona, mín starfsævi hefur verið í fjölmiðlum. Ég var í 25 ár í fjölmiðlum, aðallega á Stöð 2, mestan hluta, sem fréttamaður og fréttastjóri. Ég hef nálgast þennan pólitíska heimsókn frá öðru sjónarhorni heldur en kannski margir af þessum hefðbundnu stjórnmálamönnum eru svona hinum með við borðið að gagnrýna stjórnmálamenn frekar og spyrja á spurninga. Hvað gerir Karl Garðarsson svona milli þess sem hann er að berjast í pólitík? Karl Garðarsson er nemandi á milli þess sem hann er í pólitík. Hann er að ljúka, ég skal segja þér, BA-prófi í lögfræði við Háskólanum í Reykjavík og hefur verið í því í síðastliðin 3 ár. Þannig að það er svona mitt aðalstarf og hefur verið síðastliðin 3 ár að nema lögfræði í Háskólanum í Reykjavík með mun yngri nemendum en ég er. Er það þá kannski helst áhugamál líka? Já, allt sem viðkemur reyndar fjölmiðlum, lögfræði, viðskiptum, ég hef mikinn áhuga á þessum hlutum og fyrir það náttúrulega íþróttir. Ég er mikið í íþróttum, ég fylgist mikið með íþróttum, stundi hjólreiðar mikið, hef hjólað mikið ævina. Hjólaði meðal annars frá Kanada til Mexíkó fyrir 2 árum, 3000 km. Það er slæmt fyrir mann á mínum aldri. Og síðan hef ég tekið þátt í maraþonhlaupum mikið víðan heim. Ég hef 7-10 maraþonhlaup víðan heim. Framsóknarflokkurinn er eini flokkurinn sem er með skýr markmið varðandi skuldamál heimilanna, hvernig á að taka þeim málum og hvernig á að útfæra það. Þannig að ef fólk er óánægt með stöðuna í dag og finnst að vera svikið sem það hefur verið varðandi skuldamálum og annað slíkt, þá er aðeins einn flokkur sem kemur í greina í mínum hugum og það er Framsóknarflokkurinn. Íslensk pólitík hefur verið á afskaplega lágu plani, það er að segjast eins og er. Þetta er svona svolítið morfískeppni, Alþingi hefur verið hins vegar. Það hefur ekki verið tekið málefnalega á hlutunum. Menn skiptast í flokka og halda sig bara við það sem þeirra flokkar standa fyrir. Þeir taka aldrei tillit til þess sem aðrir segja í öðrum flokkum. Og þessar umræðu hefð verður að breyta. Almenningur hefur algjörlega hafnað þessu, það hefur komið skýrt fram, ekki bara í könnunum, heldur við sjáum þetta alls staðar. Og alþingismenn verða bara að gera svo vel að fara að vaxa upp úr.